Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við erum mætt á staðinn okkar því að við viljum heyra það sem Drottinn hefur við okkur að segja og höfum nú nokkuð góða reynslu fyrir því að það er nú eitthvað sem að hann getur við okkur talað og líka erum við örugg það að hann talar ekki staðlausu við okkur eða ekkert endilega það sem kitlar eyrun, hann talar bara við okkur sannleikan fallega og okkur líka nú best við hann, ekki satt. Svo langt allavega erum við komin í fræðunum að við viljum orðið að hann mat okkur og ekkert annað. Og það er líka eitt af því sem hann vill mat okkur með, það er að við fáum bara upplýsingar sem eru réttar. Það er alls konar upplýsingar í gangi eitt og annað og menn með alls konar fræði og speki sem að er nú kannski ekkert endilega neinn speki þegar uppi staðið og við viljum bara vera þar sem við erum örugg og þá er betra að vera þeim megin sem við þekkjum til og höfum svona lært í gegnum tíðina og af reynslunni að sé nú alveg hægt að treysta og sum okkar höfum meira að segja komist svo langt í þessu öllu saman að við erum nú bara hreinlega farin að treysta orðið Guðs og treysta því að frelsarinn okkar sé nú bara sá sem að sé og máttugur eins og orðið segir að vera. Allt tekur þetta tíma og allt gerist þetta nú vegna þess að við erum að ástunda það sem er rétt og við erum alltaf að gera rétt, kæru vinir, þegar við setjumst niður til þess að leyfa Drottni að spjalla aðeins við okkur. Þó höfum við gert það í gær, þó höfum við gert það í fyrradag og bara árun undan, að þá er þessi dagur uppi og hann, hvað sem þú segir það, gæti verið dagurinn sem að einhvað rekur í fjöruna í veg fyrir þig, sem að vekur þér bara hreinlega freistingu. Og hvert leiðir hún þig, freistingin? Já, hver veit það? Þannig það er auðvitað best að vera með sjálfan sig á þeim stað, maður sjáu við þeim og geti varast þær og forðast þær og farið ekki inn á þann veg sem að freistingin er að bjóða. Og freisting er ekki bara einhvað eitt. Freisting er bara hvað sem að gerist í lífinu. Við vitum að ákvörðun manna hún byggist á andartakinu. Við vitum að mestallar ákvarðanir manna eru bara teknar hér og nú og þannig er það líka, kæri vinur, að ef að freistingi rekur í veg fyrir þig, að þá bara krefst hún svars strax og ef hún er þannig gerð, sem líklegt er að hún sé með þeim hætti gerð vegna þess að þú varst fyrir henni, hún veit alveg hvað mögulega freistar þín, að þá er aldrei að vita nema að þú bara hreinlega stökkur á hana. Enn og aftur sjáum við að trúin er nauðsynleg. Trúin er ekki bara einhvað og þessi orði er ekki bara sögð einhvern veginn út af einhverju, heldur vegna þess að þetta getur gerst og þá þurfum við að leyfa trúnni að koma fram í okkur. Og hvað segir hún? Varaðu þig. Það er það sem hún segir. Og við erum farin að þekkja þessi varnaðarorð hennar og förum allavega og kíkjum betur á þetta sem kom í veg fyrir okkur og ef við erum hyggnar manneskjur þá komumst við að því að þetta er ekkert annað en freisting og við getum ef við viljum sagt freistinguna, hey vinur, vinkona, ég vil ekki að fá þig lengur í teitið. Þú ert ekki velkomin lengur í mitt teiti. Og þetta er alveg hægt að afgreiða mál svona og er gert vegna þess að við, eins og vorum að tala áðan, erum þó komin það langt með okkur sjálf í þessum fræðum að við erum farin að sjá og bregðast rétt við svona aðstæðum. Og að því að við brugðumst rétt við aðstæðum, að þá heldur bara gangan áfram með Drottni og ekkert þannig síði veginum sem að hindrar það og blessanirnar sem eru á mjóaveginum, eru á veginu sem Drottinn er á, eru bara þar og bíða eftir mér og þér
að ég komi að þeim og taki við þeim. Já, þær bíða eftir þér að þú takir við þeim, en getur þú beðið eftir öllum þínum blessunum. Þær koma þegar að tími þeirra er réttur. Þú veist það ekki, ég veit það ekki, en Drottinn veit það sem segir mér og kennir mér leksíuna að gera hans vilja frekar en minn eigin vilja, eins og Drottinn sagði þegar hann bað að kaleikurinn færi fram hjá sér. Svo sagði hann, en verði þinn vilji, ekki minn vilji. Þarna dregur Drottinn fram mikla visku sem okkur er svo sannarlega þörf á að hafa í okkar hjarta. Því oft munum við þurfa að grípa til þessar orða rétt eins og Drottinn, því það er ýmislegt sem við vildum að færi fram hjá okkur, sem við vildum að gerðist ekki, en Drottinn ætlar okkur bara hreinlega að upplifa. Þannig það er ekki alltaf neitt sérstaklega þægilegt að ganga veg Drottins. En þegar upp er staðið, þetta allt saman sigurkaflar í okkar lífi sem gefur af sér það sem við erum orðin í dag, og við verðum víst að viðurkenna það fyrir okkur sjálfum að vöxturinn hefur nú verið nokkur. Og við verðum líka að viðurkenna það fyrir okkur í dag að þessi barnalega einfalda trú, svona innan gæsalappa, er ekki lengur til staðar vegna þess að við erum búin að sjá allan veruleikann eins og hann er. Og það hefur kennt okkur hiklaust sína leksíu og kannski orðið til þess að við höfum orðið fyrir vonbrigðum margt, en samt ekki þannig vonbrigðum að það hefði eitthvað sett skugga á Drottinn, en samt kannski ekki alveg eins og við reiknuðum með. En svona bara er lífið. Það hefði sjaldan eins og við reiknuðum með að það yrði þegar við lendum í einhverjum kringumstæðum sem eru svona og svona. Við reiknum kannski ekkert með því, en þær eru þarna og fyrir mig að takast á við og með þeim vopnum eða aðferðin sem ég kann og ég hef trúna og ég kalla því til hennar og hún kemur og gefur mér ráðinni kringumstæður þannig að allt saman leysist úr þessu, öllu þessu leysist og ég geng bara áfram minn veg. Þetta tafði mig ekki nema kannski smávegis en tafði mig ögnsamt. Málið er, og þetta vitum við, og þetta höfum við oft gert, er að leysa mál. Er að koma því þannig frá sér að bara allt haldi áfram að vera með eðlilegum hætti. Og það er þannig sem að lífið hefur verið hjá okkur mörgum, að við höfum þrátt fyrir allt komið því þannig til vegar að þetta leysist allt saman og heldur áfram á svona einhverjum eðlilegum nótum. Það er líka hægt að breyta öllu yfir í stífni og svo framvegis. En hverju ávarkar stífnin? Ég segðu mér það. Hún ávarkar í raun og veru engu. Hún bara veldur áfram vanlíðan. Hún veldur áfram ólgu og alls konar hugsunum eitt og annað sem ættu helst ekki að vera til staðar, en eru til staðar af því að stífnin er enn sú sem að stýrir og stjórnar. Þetta er ekki hyggni, þetta er ekki viska. Og ef Drottinn spyrði, ef þú spyrði Drottinn hvað hann ætti að gera, hvað ég ætti að gera, og eða þess að ég spyrði hann og væri þessi stífi þrjóski maður, þá myndi hann bara benda mér á þessar staðrendir. Byrja á því að vinna bug á þessu og svo skulum við sjá hvort að rakningi eitthvað úr málum. Stífnin er skelfilegur óvinur hvort sem er mín eða þín. Stífnin er vond þannig séð að hún er ósveigjanleg, hún er óeftirgefanleg. Og stífnin er ekki alltaf merkt visku, sjaldnast reyndar er hún mest merkt visku. En hún er bara stífni að því einhvað í manninum bara tekur utanum hana og sleppir ekki. Hvað hann ætlar að fá fram með sinni stífni, það er bara ómögulegt að segja til neitt um það. En hún er þarna
hindrar allar í raun leiðir og það er ekki hægt að koma stað með neina málamyndun eða neina leiðir vegna þess að stífnin hún rís alltaf upp og segir stopp. Og það situr allt við sama. Erfiðleikarnir eru bara þeir sem þeir voru og stífnin í raun og veru bjóð til, mundu það. Þetta er víða sem að þessi vandi er af völdum stífni. Og Drottinn kom ekki til þess að viðhalda stífninni því að þetta getur alveg gerst fyrir kristna menn og þeir eru ekkert öðru sem allir aðrir menn og þeir eru að glíma við alla þessa lesti sem allir menn eru að burðast með meira og minna sína ævi. En trúin kom til þess að leysa menn, kenna mönnum á hvernig Guð hugsar og virkar og það er þetta daglega verkefni og daglega prógram sem að við hér erum að hvetja menn til þess að stunda, ekki bara endrum og sinnum eftir dintin og dantin heldur á hverjum degi, því að þá er þetta að byggja upp í þér eitthvað sem er gott, sem hindrar svo margt til framtíðar litið. Þú ert bara hér, þú veist ekkert framtíðina, en þú getur auðvitað lært framtíðina af því sem þú hefur reynt. En hve mikið viltu læra af því sem þú hefur reynt til þess að byggja upp í þér sjálfum einhverjar leiðir þegar þú stendur frammi fyrir til að mynda einhverju sem að hingað til hefur bara kallað á stífni í þér. Hvað ætlar að gera til þess að læra á þína stífni, þá nú sé ekki þessi stífni? Þú hefur orð Guðs, alveg eins og ég. Og Drottinn talar alls konar sem við þurfum að leggja til hliðar. Eitt af því sem að hann örugglega hvetur okkur til þess að henda bara út er þessi stífni. Því hún er svo skelfileg viðuregna. Hún lamar allt í kringum sig þar sem hún nær tökum. Og það er alla vilji nokkurs manns að gera með framkomu sinni með þeim hætti að það lamist allt í kringum hann. En það er svo margt sem að við köllum fram í umhverfinu okkar og með hegðun okkar sem við ætluðustum aldrei neitt til að yrði og kannski getum ekki bent á sjálfu okkur að þetta er í þessum farvegi vegna þess að við erum svo sjálfselsk að við sjáum ekki nema bara sumt. Við erum ekki tillitssamar manneskjur allt fólk, en við getum alveg orðið tillitssamar manneskjur. Við getum alveg lært að verða tillitssamt fólk. Og þegar tillitssemin er komin, að þá förum við nú að þola talsvert meira hnjask en var áður en þessi tillitssemi kom. Þetta er áskapað fyrirbæri tillitssemni svo margt annað eins og til að mynda stífni. Ég tel að hún sé áskapað fyrirbrigði. Ég trúi því ekki að nokkur maður sé fæddur með einhvern þvergirðing í sér, en hann getur alveg áunnið sér hann af lífinu, af viðbrögðum sínum af lífinu, svo verður til þessi stífni bara sem að rísa upp í tíma og í ótíma. Og engu tauti neitt hægt að koma við hana. Og þetta er náttúrulega ekki gott fyrir neitt, engan mann, og ekki heldur trúaðan mann sem getur verið haldinn þessum löstum, því hann hefur leið trúarinnar, orðsins og allt sem það hefur að gera inn í máli til að losna sjálfur. Er það eitthvað annað en synd ef menn hins vegar gera þetta ekki? Ég tel að það sé bara hrein synd og ekkert annað. Við eigum að gera það sem er gott. Ég held að við getum alveg verið sammála það að stífni er ekki eitt af þessu góða. Stífni er bara ljóður og ráði manna, svo fyrir utan það að vera hundleiðinleg. Og við eigum að vera skemmtilegt fólk en ekki leiðilegt fólk. Þannig við sjáum að það er margt sem við
getum lært sama á hvað aldrei við erum. Og það er margt sem að trúin er að impra á við okkur vegna þess að trúin vill að laga til í kringum mig og þig. Hver sem þú ert, hvar sem þú ert, hvað sem þú gerð og hvernig sem þú hefur hegðað þér, er trúin þannig vaxin að hún vill alltaf taka til hendinni svo að lagist til í kringum mig og þig. Af hverju? Það er bara í eðli trúarinnar og það er hennar verkefni að búa mér og þér gott líf. Og lífið verður betra ef það er svona þokkalegar tiltektir í kringum okkur þar sem við erum. Og við getum alveg farið með okkur á þann stað að við ljáum ekki máls á neinni vitleysu í kringum okkur. Kringum okkar eigið líf og kringum verkin okkar og við getum meira að segja verið svo vandaðar manneskjur að við vöndum málfarið okkar. Við séum þessa kurteisu hlýju manneskjur og að vera kurteis og hlý manneski er áunnið. Við þurfum að hafa fyrir þessu öllu. Rétt eins og stífnin og þvergirðingurinn er áunnið ástand, þá er hitt líka áunnið ástand og hvort vildu við heldur ef við stæðum frammi fyrir því að velja? Ég held að það sé engin spurning um það að við myndum velja hlýjuna og svona umburðarlyndið og allt saman það. En þetta orð umburðarlyndi er nú eitt misskildasta orð sem til er í dag. Það er að vera umburðarlynd manneskja er ekkert það að bara leyfa allt, það er nú bara aldeilis ekki þannig. Það er margt sem er í gangi og þarf að vera með í öllu þessu. Eitt af þessu sem býr til líf, sem er alvöru líf, gott líf, er agi. Vissirðu það? Stífur maður og þvergirðingur í framkomu og lund, ég held að hann sé ekki mjög agaður maður. Er ég þessi maður? Það getur vel verið að ég sé það og hef örugglega oft verið hann. En ef það hefur verið, þá hefur margt áunnist í þeim efnum. Af hverju? Því ég vilja það sjálfur. Því ég eins og þú vill auðvitað að mitt líf lagist. Ég eins og þú vill að mitt líf sé betra fyrir mig. Því ef það er betra fyrir mig, lífið mitt, þá er það líka betra fyrir aðra sem er í kringum mig. Og þetta er einhver hugsun sem að trúin vill alveg hiklaust innprenta inn í sitt fólk. Og þetta er eitt af því sem hún gerir til þess að lífið okkar, þessara trúuðu manna og kvenna, verði betra. Eins og vorum að tala um áðan, markmið trúarinnar er að gera lífið betra. Og við sjáum að betra líf er ekki verklaust dagur. Betra líf kemur vegna þess að þú ert að ígrunda stöðuna, þú ert að ígrunda þig allavega svona inn á milli í allir þessari heildarmynd. Og það er mjög holl og góð hugsun að eiga og ávið hvern og einn einstakling sem lifir á þessari jörð, því hann er partur af þessu öllu saman. Við vitum alveg að það þarf ekki nema einn til þess að eyðileggja heilan hóp. Og þessi eini er alltaf sá sem kemur upp og þegar hann kemur þá riðlast öll fylkingin af þessum eina. Af lundarfari hans, af orðavali hans, af hegðun hans og framkomu hans þá eitrast öll hjörðin. Þannig séð innan geðsalapa og það er orðið allt öðruvísi en það var kannski í viku áður. Það er vegna þess að menn, þeir verða að horfa í eigin barm.
Þeir geta ekki ætlast til þess að bara geta gert allt sem þeir vilja. Þeir geta alveg gert allt sem þeir vilja, en þeir mega þó eiga von á því að sumt sem þeir gera valdi ókyrrð annars staðar. Og það gæti komið upp sú staða að af því að þetta er að valda ókyrrð, fái menn orð í eyra þetta. Og það eru nú aldeilis misjöfn viðbrögð sem menn bregðast við þegar að þeir fá þetta, en sumir eru líka hygnari þar en annar staðar og sjá, og meðan aðrir sjá ekki, og þá kemur upp þessi skelfilega stífni. Og að því að hún kom upp, þá þarf ekkert meira að ræða neitt það. Það verður ekkert við eitt eða neitt tjónkað. Þannig að á þessum stað allavega, þar sem þetta er, þá heldur bara vitleysan áfram í sama farvegi og var. Þetta snýst alltaf það eins og alltaf áður, þegar Drottinn er annars vegar, að ég sjái. Það er ekki nóg fyrir mig að sjá þig breyta eitthvað asnalega. Ég þarf að sjá það sjálfur, hvað mig varðar. Og þegar ég sé, hef ég líka alla burði til þess að breyta, takast á við það. Þú tekst ekkert á við það sem að þú sérð ekki. Það liggur alveg fyrir. Og við vitum líka, þarna kemur aftur til kasta trúarinnar og mikilvægi trúarinnar. Ef þú sér það sem trúaður maður, þá er það trúin sem er að opinbera fyrir þér þessum lesti. Og þú velur, ef þú vilt, þú þarft að taka ákvörðun það og ég hveti til þess, að þú velur fyrir sjálfan þig að hætta þessu. Þetta er nú svoleitið annað heldur en að leyfa bara stífninni að rísa upp í sér og sem ekkert verður við tjónka. Og halda svo bara áfram í sínum reiði lesturum eða hvernig sem það er. Stífnin getur nú verið margt, hún getur líka verið reiði lestur. Það er margt sem fæðist af stífni. Stífur maður og þér, hann er ekki leið sælasti maður sem er í kringu þig. Það bara fer ekkert saman. Og lífið er nú bara einu sinni þannig að þetta eru endalausar eftirgjafir og samningaumleitanir og samningar í raun og veru. Bara til þess að koma skrefinu lengra. Og þetta er allt saman í gangi á milli einstaklinga. Tveggja jafnvel. Þetta er einhvað sem við munum aldrei sleppa við. Og þetta er eitt af því sem að trúin vinnur með og vinnur í og er í þessu umhverfi. Og hún vill að ég sé með hafi fundi með sér á hverjum degi, að því hún vill byggja undir og gera einhvað úr garði sem að getur gripið inn í, komið maður sér í þessa kringumstæður þar sem þetta getur gert sem að ég veit og við vitum að mun ekki gera mér neitt gott. Akkur haldið þið að við eigum trú? Akkur haldið þið að við séum með heila bók sem kennir okkur hegðun og hvernig við eigum að akta og vera og hvernig nú beinir sjónum okkar að Drottni Jesú Kristi, númer 1, 2 og 3. Akkur haldið þetta sé með þessum hætti? Það er vegna alls þessa og miklu meira sem við verið hér að tala Að við séum ekki með sjálfu okkur á þessum stöðum sem að gera ekkert nema vont fyrir okkur raun og veru. Við eigum að vera fólkið sem að viljum vera á einhverjum góðum stað, sem við viljum öll vera, og við þurfum að breyta okkur með þeim hætti að við getum verið þar og þá erum við líka í friði við alla í kringum okkur. Og öllum líður vel með það sem við erum að gera. Það verður að vera þannig við sjáum að eigingirnin er ekki góð. Og hvað er stífur maður til að mynda annað en eigingjarn maður? Stífur maður er ekkert annað en blindur maður á vissa þætti.
ekkert að öllu leyti en að vissu leyti hann blindur maður. Hann sér ekki bresti sína eigin en með bresti annar alveg á tæru. Og þetta alveg mjög skiljanlegt mál ef við horfum bara til upphafsins, til syndafallsins. Við munum hvernig þau brugðust við hjónakornin, Adam og Eva. Adam benti á konuna sína, hún gerði þetta nú vegna þess að þú gafst mér þess að handa kettlingu. og Eva greið benti á höggorminn. Þau voru bæði stikkfrí, þau hefðu ekkert gert neitt rangt. Þetta svolítið svona og hefur gengið með mannkynni. Þetta það sem trúin kom til að vinna bug á. Hún gerir það með því að láta okkur sjá. Og við förum að skoða inn í hjartatetrið okkar og við komumstum að því að það megi nú ýmislegt lagfæra. Og þetta verður gangan með trúnni að við erum með þennan veikleika okkar alveg á tæru. Það alltaf að vera með veikleika sína alveg á tæru. Og við vitum að við bregðustum við með alls konar hætti og allt og oft röngum hætti. Og þetta það sem að trúin vil styrkja, þannig að við göngum svona hnarreistar inn í deginum en kannski við gerum, og en trúin vill að við gerum alltaf. Þannig að við sjáum aftur að þessi orðatrúin sé nauðsynleg, hvað þetta eru svakalega flott og öflug orð inn í okkar líf. Og vil ekki nota þetta og vil ekki gera neitt með þetta ekkert annað en synd. Því að þetta bætir og bragðbætir lífið líklega hvað mest af öllu öðru sem við getum bragðbætt það með. Og við höfum að hafa gott bragð á okkar lífi. Og þetta góða bragð kemur þegar við förum að hegða okkur rétt. Þegar við erum hættir og hætt að vera þetta eigingjarna fólk og stífa fólk sem setur bara stífnina upp í hvert skipti sem að menn telja að hún þurfi að fara upp og þá bara fer hún upp. Og það engu tauti viðkomandi komið og hætta allir umræðum. Eitt og annað sem kannski hefði svo mjög þurft að skýrast. Já, vinir, við erum bara viðkvæmt fólk, það hefur maður nú fengið að sjá og stundum stendur maður sjálfan sig að því að vera þessi viðkvæma manneskja og það svo sem engin þörf á að vera neitt að agnúast út í slíka þætti því að svona bara erum við sem fólk. En þetta hægt að laga allt saman og þetta lagast þegar við förum að takast á við okkur sjálf. Við verðum að muna það, við eigum til trú og við verðum að átta okkur á því að hún til þessa arna. Hún beinir okkur til drottins og drottin aftur á móti kemur því svo til vega að þú ferð að læra upp úr orðinu hann og þá fer að birtast ýmislegt í þér sjálfum sem að þú sérð að þið ekki alltaf í takt við það sem orðið að segja og að því að trúin þráttur alltaf vaksa, þá ferðu líka vilja og takast á við það að sumt sé guðlegt í þínu fari. Svona hægt að hafa umskipti á hegðun og hve oft og hve margir hafi í raun og veru ekki skapa sína hegðun frá og já alveg gjörbreytt henni. Þeir eru örugglega mjög margir. En þó þeir hafi skapað sína hegðun og gjörbreytt henni, þá samt alveg fullt af hlutum eftir í viðkomandi sem að má betur fara og mætti betur gera. Þannig að verkið ekkert búið. Það kláraðist ekkert bara og klárast ekkert í dag. Þetta endalaust. Og veistu af hverju? Að því að þú ert inn í þessum degi eins og hann og hvað segir drottinn dagana? Dagarnir eru vondir. Og þú því miður og ég erum inn í þessum vondum dögum og að því að þeir eru vondir þá getum við vænst í raun og veru hvers sem og sumt sem kemur gæti alveg hreyft við okkur.
Þannig að uppbyggingin sem var að þessu leyti kannski hrunin aftur. Og þetta bara lífið. Ef við erum komin svo langt í þessari trúargöngu okkar að við erum eiginlega hætt að vera neitt að velta þessu fyrir sér. Við segjum bara að þetta fór svona, þá það ekkert annað að ræða en byrja bara frá grunni aftur og við gerum það. Þetta ekki mikill og stór sigur þegar við erum komnir með okkur á þennan stað að við segjum bara ok, þetta fór og ég hefði nú helst ekki, viljað að það hefði ekki farið en þetta fór og þá bara að byrja frá byrjunin aftur. Ekki gott að vera að byrja alltaf á sama stað og sömu byrjun, en stundum bara gerist lífið með þessum hætti að þetta staðan, þetta niðurstaðan. En í seinna skiptið þegar þú ferð í vinnuna, þá getur þú nú samt hagað því þannig að þessi aðferð eða þetta gerist ekki aftur. Og það auðvitað sigurinn sem þú færð. Þannig erum við að styrkja okkur. Það með þessum hætti sem við styrkjustum. Og hver kom þessu til vegar að þú yfirleitt fórst í þetta aftur og gerðir þetta allavega þá með þeim hætti að betur fór en síðast. Það trúin. Þessi nauðsynlega trú sem við eigum og við fengum að gjöf og sum okkar hefur verið yfir við að nota fyrir okkar eigið líf. Allt drottni að þakka. Það drottins vegna sem við erum það sem við erum. Við erum ekki þetta stífa fólk. Annað að vera ákveðin að vissu leyti og svona fastur fyrir, þú mátt alveg vera fastur fyrir og þú þarft að vera fastur og fast fyrir að vissu leyti. Þegar kemur á trúnni orði Guðs og svona flutningi orðs Guðs, þá átt að vera fastur og fast fyrir. Þegar þú vilt ekki að nein vitleysa sé í gangi þar. Og þetta það sem drottinn vill og líka vill hann byggja upp í þér að þú sért í varnarstöðu að vissu leyti gagnvart orði Guðs þegar eitthvað gerist og eitthvað sagt sem að þú veist að stenst ekki. Þetta getur byggt upp í þér. Og þá líka bara kemur einhvað högg á hjartað vegna þess þú heyrðir sem gætu kallað þau viðbrögð að þú rísir upp til varnar. Þó það séu þetta ekkert alltaf sem það gerist. Svona þetta byggja sig upp og þegar við erum komin með sjálf okkur á þennan stað, þá hljótum við að vera sammála því að við séum nú komin á nokkuð góðan stað. Af hverju komustu á þennan stað? Af því við lögðum svo margt niður sem annars hefði hindrað þetta og eitt af þessu sem við lögðum niður þessi andstyggð sem heitir stífni. Hún hefur ekki farið vel með nokkurn mann, en hver svo sem getur sagt sjálfa sig með sanni að hann hafi aldrei verið haldinn neinni stífni. Við erum öll að glíma við þetta, en á misjöfnum stað samt með þessa stífni. Það ekki það sama og að láta bara valtra yfir sig. Þú getur alveg staðið fastur fyrir. Þú mátt það og þú átt að vera fastur fyrir og þú þarft að vera föst fyrir sem manneskja. Það á enginn að geta valtrað yfir þig bara án þess að blikka auga. En hve oft hefur það ekki verið reynt. Sjálfsagt margoft við hvert og eitt okkar. Og sumir eru ekki fastir fyrir. Sumir lyppast niður og láta bara valtra yfir sig. Það ekki gott. Þannig við þurfum að reisa upp ákveðin styrk og ákveðina varnir í okkur. Og það trúin númer 1, 2 og 3. Og hún byggir upp í okkur svo margt sem gerir að verkum að virðing fyrir öðru fólki verður fer líka hækkandi hjá okkur. Þú virðir manneskju og umberð manneskju í virðingu þinni og þú vilt ekkert gera þeirri manneskju neitt til miska, það ekki rétt?
Þetta er eitt af því sem að trúin vill alveg hygglust að við tilengum okkur. Þannig við sjáum hvernig sem við lítum á þessa ágætu trú, þá er hann alltaf af hennu góða. Sjáu ekki það sem við erum að tala um hér, við erum að tala um lesti. Við getum sagt að stífni sé lesti og allt í kringum hana, og svo hið góða sem vill umbuna, sem vill hjálpa til, sem vill virða, sem vill horfa framhjá sömu, en getur verið alveg kikkföst fyrir þegar á þarf að halda. Þetta allt kostir. Kostir vegna þess sem hafa gefið okkur sem sannleikurinn hefur fært til okkar og gefið okkur. Og við þökkum fyrir það að núna elskum við sannleikan. Við viljum ekkert að neitt komi til okkar nema sannleikur. Þess vegna líka erum við að byggja líf okkar upp á orði Guðs. Já, við erum komin svo langt með okkur og trúagöngun okkar að við erum farin að sjá sannleikan sem það sem hann er, með öðrum orðum, sannleikur. Og það má alveg fullyrða það að sannleikur er það eina sem þessi heimur þarf. Hann er með 1.000.001 lausn og öll og engu, sem þegar upp er staðið voru engar lausnir. Og það sjáum við á því sem er að gerast í dag. Að við höfum byggt þetta upp. Hvar er það? Líklega farið. Við höfum byggt þetta upp. Og hvar er það? Líklega að farið eða við að fara. Svona hefur þetta verið í okkur. Að þetta hefur allt saman meira og minna verið byggt á sandi. En hvað með trúna? Drottinn segir okkur að byggja hann á bjargi. En byggjum hann á bjargi? Ef þú byggir hana ekki á bjargi, þá er eitt pottþétt að á einum stað mun hún hverfa. Því að flóðið kemur, byljirnir koma, ástandið breytist og verður hart og ósvífið jafnvel. Það er þá sem þú þarft að vera með trúna þín á bjargi. Þá gengur ekkert að vera með hann á sandi, því að sandinum bara skríður undan og trúin fer með sandinum. Hvert? Til sjávar og bara skólast til hafs. Batteríið var búið. Var orðið svolítið fúið. En ég varð ekki spældur. En ég gat ekki sagt bless. En núna kom ég fram og segi við ykkur bless og held þessu góða verki Drottins áfram, því verkið er gott.